Ferðalagið. Já, komið þið sæl. Nú að byggjast upp háþrýstisvæði hérna vestur á Bretlandseyjum og það veldur því að lagabrautin hún breytist og lagarnar komið því núna beint til okkar og við fáum hérna eina á föstudaginn og síðan önnur laga myndalega myndast hérna yfir Kanada og eins og við sjáum hérna á kortinu og hún kemur síðan til með að koma til okkar á sunnudaginn og valda hjá okkur vonsku veðri bæði á sunnudag og mánudag. En ef við lítum á hitasviðið að þá erum við hérna í köldum loftmassa og það verður ansi kalt hjá okkur mjög víða í nótt en með föstudagslæðinu þá kemur nú til með að hlýna hérna aðeins en það kólnar síðan aftur á föstudaginn en síðan þessi hlýi loftmassi þarna sem við sjáum þarna við austurströnd Kanada að hann kemur nú eitthvað honum til okkar á sunnudag og mánudag og þá ætti nú að hlýna aftur hjá okkur og úrkoma verða mestuleyti rigning. En í fyrramálið gert ráð fyrir því að það verði háþrýstisvæði hérna yfir landinu og hægur breytileg átt og fínasta veðri í raun og veru. Það verður kalt hjá okkur, frost víða svona milli 5 og 10 stig og það verður svona mun bjartara hérna yfir vestanverðu landinu fyrirpart dags en síðan færist þessi hæðarhryggur hérna austurbóginn og seinnipartinn verður þá mun betra eða svona bjartara hérna austan til og þar verður líka svona hægur breytilegu vindur og frostið svona aðeins farið að minnka en aftur á móti landið vestanvert þar farið að þykna upp og verður svona farið að blása af suðri og síðan ef við skoðum hérna þróunin áfram þá sjáum við hvernig þrýstilínurnar að þéttast og svona sunnanáttin að verða sterkari og svo sjáum við hérna hvernig næstu skil koma hérna inn á landið svona á föstudags morgun og færa síðan hérna austurbóginn og seinnipartinn á föstudeginum að það er nú gert ráð fyrir því að það verði komin nokkuð stíf suðlæga átt úr landinu, gæti orðið hvassviðri hérna sunnan til og það eru komin rauðatölur hérna víðast hvar á landinu á láglendi sem þýðir að þetta verður væntanlega úrkomin verður væntanlega í formi rigningar þannig að við getum fengið svona talsverðar leysingar en svona til fjalla ætti þetta nú að verða ennþá í formi snjókomu. Nú þessi skilmunir síðan færast hérna austur eftir á föstudeginum og síðan á laugardeginum að þá er nú gert ráð fyrir því að það verður farið að kólna hjá okkur, komið svona suðvestanátt og múnu gera ráð fyrir því að það verði snjókoma mjög víða á landinu og þá sérstaklega hérna landið suðaustanvert. En síðan fáum við næstu lagi til okkar sem á sunnudeginum og við sjáum hérna hvernig suðvestanáttin tekur við hjá okkur á aðfarinu sunnudags og fer að bæta í hana og skilin að koma hérna inn á landið og á sunnudeginn það getur nú byrjað svona að snjóa hérna fyrst landið sunnanvert og það verður hérna væntanlega orðið ansi hvasst hjá okkur, getur orðið stormur hérna landið vestanvert og síðan einnig þegar það kemur fram á sunnudaginn að þá verður væntanlega orðið mjög hvasst hérna landið austanvert og reyndar nú við stofum búin að gefa út gula viðvörun allt landið fyrir sunnudaginn og það verður nú væntanlega svona frekar lítið í þessu þannig að það má gera ráð fyrir að þetta verði væntanlega rigning á láglendi en snjókoma til fjalla. En það verður, ef við lítum aðeins til Evrópu að þá nú þokkalasta veður hérna í Skandinavíu og þungbúið á Bretlandseyjum og svona víða hérna norðan til í álfunni en aftur á móti þegar við komum hérna suður á bóginn að þá háþrýstisvæði sem svona byggjast upp og það orðið bara þokkalega lítið á Ítalíu, 20 stig í Róm og einnig hérna á Balkanskaganum í fínasta veður og sjáum að hitatölurnar eru allar á uppleið. Og ef við förum til Spánar og Portúgal þá nú gert ráð fyrir að verða nú bara fínasta veður á Íberíuskaganum, gæti orðið einhverjar skúraleiðingar hérna á norður Spáni en í Suður Frakklandi gert ráð fyrir fínasta veður en það er heldur þungbúnir þegar við förum hérna yfir til Norður Frakklands. En það verður sem sagt hjá okkur verður sem sagt fínasta veður á morgun, verður fallegu vetrardagur, frost allt land og það verður bjart hérna allt land, sérstaklega vestanvert landið fyrirpartinn en síðan seinnipartinn hérna landið austanvert og þá verður væntanlega að fara að þykna upp hérna vestan til. En við skulum láta þetta duga verið í bili. Verið sæl.